Guðbjörg, geturðu sagt mér frá þessu fríða gula föruneyti hér sem að hjóla eins og vitleysingar? Heyrðu, þetta hérna Team Rinkeby, sem styrktarfélag. Þetta styrktarfélag og nú eru þið að fara í rosalega stóra ferð. Hvað þið mörg að fara og hvert og hvenær? Heyrðu, við erum 37 hjólarar og með okkur 8 manna aðstoðateymi og við ætlum að fara til Danmerkur og hjóla til Parísar. Þetta engin smá ferð. Hvað er það að hjóla á dag? Hvað ætlið að vera lengi að þessu? Heyrðu, við tökum í þetta 8 daga. Við erum að hjóla frá svona 150 upp í rúmlega 200 km á dag. Það nú ekkert smáræði, en út af hverju eru þið að þessu og segðu mér aðeins frá þessu Rinkeby hring? Heyrðu, Team Rinkeby byrjaði sem samnorrænt góðgerðarverkefni og byrjaði í Danmörku árið 2002 í kringum Rinkeby djúsin. Og það voru starfsmenn þar sem þeim langaði að hjóla frá Danmörku til Parísar og sjá Tour de France. Fóru 10 manns og söfnuðu fé til fararinnar og gáfu afganginn þegar þeir komu tilbaka til krabbameinsdeildar barna í Óðinsvé. Og það var svona upphafið af þessu. Árið seinna langaði fleiri að fara og þetta byrjaði svona, svo vatt þetta upp á sig. Þannig að nú í dag þetta 54 lið frá Norðurlöndunum og Þýskaland að fara í fyrsta skipti núna. Nú þið að fara í þriðja skipti. Hvernig hefur þetta vaxið hjá ykkur? Bara mjög vel. Við fengum þessa hugmynd, ég og Viðar Einarsson ásamt Lárusi og Ástu Birnu sem búa í Danmörku. 2014 settum okkur í samband við höfuðstöðvarnar í Danmörku og vorum samþykkt sem umboðsaðilar fyrir verkefnið á Íslandi. Og fórum með dönsku liði 2016 til að sjá hvernig á að gera þetta og fórum síðan með fyrsta liði 2017. Og hvað náðu þið að safna miklum pening fyrir Krabbameinsfélag ungra barna? 2017 hópurinn náði að safna 9,5 milljón. 2018 hópurinn safnaði rúmlega 16,6 milljónum. Og nú erum við 2019 hópinn hérna fyrir aftan okkur og við ætlum að gera betur en við gerðum í fyrra. Þetta nú örugglega margir aðilar sem að koma að þessu. Hvað mikið af sponsorum? Þeir eru þó nokkrir. Þetta eru gullsponsorar sem eru hérna á treyjunni hjá mér. Já. Og við erum í ár með 15 gullsponsora ásamt 3 platinsponsorum. Þá má að velja sér 6 lið. Og við erum svo heppin að það eru 3 svoleiðis aðilar sem að völdu Ísland. Vá, frábært að heyra. En Guðbjörg, hvað í gangi hérna fyrir aftan okkur fyrir utan vörklaslaugum? Heyrðu, við höfum tekið upp á ýmsum svona viðburðum varðandi söfnunina. Við erum ekki bara að hringja í fyrirtæki og safna þannig og eitt af því var kvöldverður í Mathúsinu í Garðabæ og núna datt okkur í hug að slá til í svona útispinningtíma í samvinnu við Vörklas. Bara geggjað. Þetta dásamlegt og þau eru svo sannarlega með veðri í lagi. Alveg hreint bara veðurguðirnir með okkur, ekki spurning. Heyrðu, hvenær á svo að leggja í hann til Danmerkur? Við fljúum út 28. og leggjum af stað 29. laugardaginn 29. frá Kolding. Þá byrjið þið að hjóla. Gangi ykkur alveg svakalega vel. Takk kærlega fyrir.